Hjartað. Hjartað í svona fullorðinni manneskju er yfirleitt að meðaltali einhvers staðar rétt rúmlega 250 til 300 grömm. Hjartað er pumpa eða dæla og í raun og veru inniheldur það tvær aðskildar dælur, önnur hægra megin, hin vinstra megin. Önnur dælan myndar hringrás á milli hjartans og lungnanna sem dælir blóði frá hjartanu til lungnanna og svo kemur blóðið tilbaka til hjartans. Hin dælan dælir blóði frá hjartanu í gegnum öll líffæri og líffærakerfi líkamans og aftur til hjartans. Lungnahringrásin snýst að skila koltvísýrlingi sem verður til við bruna í frumum líkamans og ná í súrefni, og síðan stóra hringrásin, hún snýst að fara með súrefni til frumna líkamans, taka við koltvísýrlingi og skila aftur til hjartans. Æðar eru af tveimur tegundum, það er annars vegar bláæðar og hins vegar slagæðar. Bláæðar eru allar æðar sem liggja til hjartans. Slagæðar eru allar æðar sem liggja frá hjartanu. Það er oft misskilningur þetta þar sem menn halda að munurinn á bláæðum og slagæðum felist í því hvort það er súrefni í blóðinu eða koltvísýrlingur, en það er ekki greiningamunurinn. Í stóru hringrásinni innihalda slagæðarnar súrefnisríkt blóð, í litlu hringrásinni innihalda slagæðarnar súrefnissnautt blóð. Þannig að það er eingöngu þetta hver stefna æðanna er, flytjaðu blóð frá hjartanu eða til hjartans. Munur á bláæðum og slagæðum er nokkur og hann sést ágætlega á þessari mynd. Bláæðar innihalda ventla, einhvers konar einstefnuloka sem hindra blóð geti runnið aftur á bak í æðunum, þannig að með hverjum hjartslætti þá þrýstist blóð áfram, svo stoppar það í æðunum í smástund og getur ekki runnið aftur á bak, enda eru mjög margar bláæðar þannig að blóðið hefur runnið mjög langa leið frá hjartanu og þrýstingur er orðinn lítill. Slagæðar hafa ekki svona ventla, enda er þrýstingur í þeim miklu meiri, en þær í staðinn hafa miklu þykkari veggi, eins og sérstaklega á vöðvalaginu í æðunum, sem er margfalt þykkara í slagæðunum heldur en bláæðunum. Staðsetning hjartans er í miðju brjóstinu, það er ekki vinstra megin í brjóstinu, það er í miðju brjóstinu, þó að það vísi neðri hlutanum aðeins til vinstri. Brjóstholið er rýmið sem er í raun og veru innan í rifbeinabúrinu og að neðan er það afmarkað með þindinni, þessum stóra, þykka vöðva sem hjálpar til við öndun. Brjóstholið er þrískipt, það eru 2 hólf sem innihalda lungu, eitt hólf fyrir hægra lungað og annað hólf fyrir vinstra lungað, og svo er svokallað miðmæti, það er rýmið í miðjunni á milli lungnanna og í miðmætinu er hjartað. Beint fyrir framan hjartað er bringubeinið sem er svona beinskjöldur sem rifbeinin tengjast, og beint fyrir aftan hjartað er hryggurinn. Og vegna þess að hjartað er umkringt beinum og svo þessari grind sem að rifbeini mynda utan það, þá er hægt að hnoða hjartað utanfrá með því að ýta bringubeininu á hjartað og kremja það á milli bringubeinsins og rifbeinanna, til dæmis við hjartastopp. Áður en menn áttuðu sig á þessu, að þá var stundum brugðist við hjartastoppi þannig að það var skorinn skurður undir bringspalirnar og læknar stungu handleggnum inn sárið og hnoðuðu hjartað með höndunum, en í dag er það afar sjaldgæft. Utan hjartað er poki og sterkur trefjapoki sem við köllum gollurshús. Gollurshúsið er í 2 lögum, annars vegar vegghimna gollurshússins og hins vegar iðrahimna gollurshússins, og á milli þessara 2 laga er rými sem inniheldur vökva sem er smurning, sem veldur því að stöðug hreyfing hjartans, hún veldur ekki núningi eða þrýstingi. Í gollurshúsi getur komið bólga og sjúkdómar, við áverka getur gollurshúsið rifnað og komið sár eða ör. Það getur þykknað og komið örvefur og getur verið mjög sársaukafullt, og í mjög alvarlegum tilfellum
þá getur blætt eða flætt vökvi inn í gollurshúsið og það yfirleitt banvænt ástand ef menn komist til læknis vegna þess að þegar hjartað dregst saman þá sogast vökvi eða blóð inn í gollurshúsið og hindrar að hjartað geti þanist út aftur. Þá þarf að opna bringuna og hleypa vökvanum úr gollurshúsinu ef þetta gerist. Hjartað sjálft að mestu leyti vöðvi. Við tölum að hjartað sé í 3 lögum. Það lag sem vísar inn í hjartað, þar sem blóðið Það hjartaþelið sem slétt og mjúkt. Svo það þykki hjartavöðvinn sjálfur, sem við köllum bara hjartavöðvi. Og svo ysta lag hjartans sem við köllum hjartahimnu. Og hjartahimnað í raun og veru nákvæmlega sama fyrirbæri og innra lag gollurshússins. Þannig að þarna gengur þessi tiltekni vefur í raun undir 2 nöfnum. Þetta annars vegar innra lag gollurshússins og hins vegar ysta lag hjartans. Tilheyrir báðum þessu líffærum og hefur 2 nöfn. Eins og ég sagði áðan þá hjartað 2 aðskildar dælur. Það hægri dælan og vinstri dælan. Vinstri dælan dælir súrefnisríku blóði, hægri dælan dælir súrefnissnauðu blóði með koltvísýringi. Hægri dælan dælir til lungnanna og vinstri dælan til alls líkamans. Hvor dæla sig inniheldur 2 hólf, annars vegar gátt og hins vegar slegil og mesti þrýstingur í sleglinum. Svona lítur gáttin út, þannig að sjáum við hægri gátt og vinstri gátt hjartans. Blóð kemur inn í hjartað gáttirnar og gátt eða atrium einfaldlega bara annað orð yfir anddyri eða svona móttökusal. Síðan flæðir blóðið og því enda þrýst líka aðeins niður í sleglana sem eru stærri hólfin og þaðan blóðinu dælt út í hringrásirnar 2. Við veitum því eftirtekt að ef við skerum hjartavöðvann í sundur að hann miklu þykkari vinstra megin. Og það auðvitað vegna þess að hringrásin sem sá hluti hjartans dælir til margfalt lengri. Þannig að það þarf kröftugri slög þeim megin og það sést á því að vöðvinn þar miklu öflugri og sterkari. Þetta sá hluti hjartans sem dælir súrefnisríka blóðinu til líkamans og hinum megin fyrir súrefnissnauða blóði til lungnanna. Á milli hólfa, á milli gátta og slegla sjáum við að eru lokur sem að hindra að blóð geti flætt í vitlausa átt inn í hjartanu. Vinstra megin loka sem kallast míturloka eða tvíblöðkuloka vegna lögunarinnar. Það svona eins og 2 blöð sem að lokast og hægra megin það þríblöðkuloka. Þessar lokur á milli gátta og slegla eru þannig að þeim haldið föstu með trefja svona þráðum sem við köllum sinastrengi sem hindra að þegar hjartað slái að lokurnar geti ýst í vitlausa átt og blóð þá farið að flæða í ranga átt. Það eru líka lokur við útganginn úr hjartanu þar sem blóðið fer út úr hjartanu annars vegar í átt til lungnanna og hins vegar til líkamans og það eru kallað sigðarlokur eða semilúnar vegna lögunar sinnar. Það lítur út eins og hálfmánar. Þessar lokur geta bilað í fólki stundum þar að skipta þær alveg og mjög algengur kvilli framfall á míturloku þar sem að lokan losnar úr festingum sínum og þetta algengur sjúkdómur sérstaklega hjá ungum konum þó hann sé yfirleitt meinlaus að mestu. Hjartað sjálft, hjartavöðvinn sjálfur fær blóð og næringu beint úr ósæðinni sem stóra æðin sem kemur úr vinstri hluta hjartans með súrefnisríka blóðið og það sést raunar ekkert ofboðslega vel en ef grannt skoðað þá sést á þessari mynd að þar sem ósæðin fer út úr hjartanu koma 2 litlar kransæðar sem svo dreifast allt hjartað og sjá því fyrir næringu. Kransæðar eru margvíslega samtengdar og ef ein stíflast þá mjög gjarnan tekst að leiða blóð framhjá henni með öðrum æðum en ef það verður mikið stíflur í kransæðum og það hlutfall af stíflum fer yfir 70% þá fara að koma fram einkenni sem yfirleitt verkur við áreynslu
og þetta getur valdið hjartaáfalli sem verður þá til þess að hluti af hjartavöðvanum fær ekki næringu og þá kemur drep í vöðvann. Þetta getur verið banvænt, en ef menn komast undir læknishendur þá yfirleitt hægt að opna æðarnar með aðgerð sem sagt verður frá seinna. Örstutt leiðslukerfi hjartans, það sem stjórnar hjartslættinum. 1% af frumum hjartavöðvans eru þannig að þær leiða rafboð jafn vel og taugar. Þær í raun og veru myndu slá sjálfar þó að hjartað væri ekki í neinum líkama og það gerist í raun og veru við hjartað í dálítinn tíma þó að sé fjarlægt á líkama, það eru krampar í því, en það er mjög mikilvægt upp á að hjartað virki rétt, að það slá í réttum takti og þess vegna er svona hnúður eða hnútur sem er kallaður gúlpshnútur eða sinoatrial node og er merktur á myndina sem SA node, að það er svona lítið knippi af þessum sérstöku frumum og þaðan er hjartslættinum stjórnað. Og það eru send rafboð í efri hluta hjartans og niður í átt að neðri hlutanum og þaðan berst straumurinn niður í neðri hluta hjartans í gegnum skiptihnút sem er kallaður AVAF hnútur eða atrioventricular node. Þetta verður rætt sérstaklega í næsta fyrirlestri. Hér stoppum við í bili.